Í 18. lið í dagskrá borgarstjórnar þar lögð fram fundargerð forsætisnefndar frá 13. júní, fundargerð mannréttindaráðs frá 28. maí og 11. júní, fundargerð menningar- og ferðamálaráðs frá 27. maí og 10. júní, fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 5. júní, fundargerðir umhverfis- og skipulagsráðs frá 3., 5. og 12. júní og fundargerð velferðarráðs frá 6. júní. Enginn hefur óskað eftir að taka til máls og þessum lið lokið. Þá hefur óskað eftir að taka til máls utan dagskrár borgarfulltrúi Hanna Birna Kristjánsdóttir. Forseti, borgarfulltrúar, mig langar þar sem þetta síðasti fundur minn á vettvangi borgarstjórnar að nota þetta tækifæri hér í lokin og fá að þakka fyrir mig. Mig langar að þakka öllum borgarfulltrúum sem ég vunni með, sérstaklega þessari borgarstjórn. En þetta komið á 12. ár sem ég hef verið hér starfandi borgarfulltrúi, þannig að borgarstjórnirnar orðnar nokkuð margar og ég þakka öllu því góða fólki sem ég hef kynnst í þessu starfi. Allt það fólk, alveg sama hvaða flokki það tilheyrði, alveg sama hversu ofta var sammála mér eða ósammála, var fólk sem gekk fram veginn fúst til þess að gera góða hluti fyrir Reykjavík, sannfært það að Reykjavík gæti orðið besta borg í heimi sem hafði mikinn metnað og dugnað fyrir hönd Reykjavíkurborgar og ég vil þakka fyrir að hafa fengið að kynnast því fólki og þeim mikla krafti. Ég vil líka fá að þakka starfsfólki Reykjavíkurborgar, öllum þeim fjölmörgu sem ég hef unnið með á þessum tíma, bæði fólkinu sem vinnur hér í Ráðhúsinu, fólkinu á fagsviðunum okkar, út í skólunum, leikskólunum og alls staðar í þeirri þjónustu sem það sinnir svo vel á hverjum einasta degi fyrir Reykvíkinga og af svo miklum metnað og svo miklum krafti, ekki alltaf nægilega vel launað sannarlega en það fólk virðist fá launin sín í formi þakklætis frá borgarbúum sem skiptir mjög miklu máli. Ég vil líka þakka fyrir að hafa fengið að vera aðili að ótrúlega mörgum góðum framfaramálum hér í Reykjavík. Mér finnst einlæglega að mér hafi tekist ásamt fólkinu sem ég hef unnið með að gera góða hluti fyrir Reykjavík, að breyta Reykjavík til góðs og mér finnst eins og störf mín hér hjá Reykjavík í samstarfi við fullt af góðu fólki hafi gert þarna lífið betra fyrir Reykvíkinga og gert okkar samfélag betra. Þannig að mér finnst það hafi verið algjör forréttindi að fá að starfa í þágu borgarbúa í þennan tíma. Hefur verið mikill og góður skóli og ég held að hafi bæði gert mig að betri stjórnmálamanni og að betri einstaklingi sem skiptir ótrúlega miklu máli. Ég ætla að láta það vera sem var hér oft í borgarstjórn og var hefð sem við erum kannski að brjóta núna. Það var sem sagt sú hefð fyrir þá sem það ekki vita að alltaf þeir borgarfulltrúar sem voru að hætta störfum gátu flutt hér tillögu og vænst þess og vitað að hún yrði samþykkt. Það var auðvitað búið að ræða eitthvað málin áður, ég gæti svo sem reynt að flytja hér tillögu lækkun útsvars. En ég að hugsa að láta ekki reyna á það svona á loka metrónum en ég að hugsa að brjóta þá hefð og flytja ekki tillögu og óska ekki eftir að hún verði samþykkt. Heldur flytja bara tillögu það að hér haldi menn áfram að vanda sig, gera góða hluti fyrir Reykjavíkurborg og ég vona svo sannarlega og á þá ósk heitasta að borgarstjórn gangi vel og að Reykjavík haldi áfram að vaxa og dafna og verði eins gott samfélag og getur orðið. Takk fyrir mig. Það má alveg klappa við svona sérstakar athafnir í borgarstjórn. Ég vil þakka Hönnu Birnu Kristjánsdóttur fyrir þessa tölu og það starf sem hún hefur unnið á vettvangi borgarstjórnar í undanfarin rúm 11 ár. Ég alveg sammála henni að ég held að hennar starf hafi skipt máli fyrir borgina í heild sinni og það full ástæða til þess að þakka það. Og ég óska henni velfarnaðar á nýjum vettvangi og vona að hún verði að gagni og vandi sig á þeim vettvangi eins og hún hefur gert hér. En þá hefur óskað eftir að taka til máls einnig utan dagskrár borgarfulltrúi Óttarr Proppé. Virðulegi forseti, áskæra borgarstjórn. Ég vil líkt og borgarfulltrúin hér á undan koma upp í tilefni af því að hér lögð fram lausnarbeiðni mín frá störfum í borgarstjórn og þakka fyrir mig. Sá sem hér stendur kom inn í borgarstjórn fyrir nú rúmum 3 árum við ansi sérstakar kringumstæður og kannski dálítið óvænt svona persónulega
og það var ekki laust við það þegar að fyrst var stigið inn í þennan sal að það væri ákveðin að þetta væri yfirþyrmandi og dálítið skelfileg lífsreynsla. En það hefur aldeilis komið á daginn að störf í borgarstjórn eru ekki bara gefandi og þroskandi, heldur geta þau líka verið stórskemmtileg og ég er stoltur af öllu því góða starfi sem við höfum unnið í þessari borgarstjórn. Ég vil þakka borgarstjórninni, öllum borgarfulltrúum hér kærlega fyrir samstarfið, gott samstarf og ég er fullvissaður það að borgarstjórnin mun áfram vinna með hag borgarbúa, með hag allra Reykvíkinga í fyrirrúmi og það er þessi vissa og þessi lærdómur sem ég hef dregið af veru minni hérna í borgarstjórn sem að fær mig til þess að hvetja fólk til þess að hræðast ekki þennan stóra sal og þetta svið sem að borgarpólitíkin er og hvetja alla til þátttöku til þess að taka þátt í að hjálpa til í samfélaginu. Ég vil líka þakka kærlega starfsfólki Reykjavíkurborgar sem að er til fyrirmyndar, segi ég, upp til hópa og held ég allt sem eitt. Samstarf mitt við sviðsstjóra og annað starfsfólk hér í borginni hefur verið sérstaklega ánægjulegt og ég hefði aldrei trúað því fyrir hversu faglega er hægt að vinna og að miklum dugnaði eins og ég lærði með því að dýfa mér ofan í borgarkerfið. Ég vil staðfesta þá hefð sem að borgarfulltrúi Hanna Birna Kristjánsdóttir hefur nú komið á að flytja ekki sem fráfarandi borgarfulltrúi kveðjutillögu eitthvað sem þætti skemmtilegt að sjá og tek samt undir og endurtek hennar nýju hefð að leggja hér fram þá tillögu til borgarstjórnar að hún haldi áfram sínum góðu verkum. Takk fyrir, góða stundir. Forseti vill þakka borgarfulltrúa Óttari Proppé fyrir hans störf hér í þágu borgarbúa á undanförnum rúmum 3 árum. Þau störf hafa skipt miklu máli og ég óska honum velfarnaðar á nýjum vettvangi og þakka honum fyrir þá hvatningu að hvetja borgarbúa til þátttöku í því starfi sem felst í borgarstjórn og á bakvið borgarstjórn er gríðarlegur fjöldi fólks sem tekur þátt í lýðræðislegu starfi í þágu borgarbúa og það er það sem skiptir svo miklu máli að hvetja fólk til þátttöku því að annars verður þessi salur að fílabeinsturni sem ekki er í sambandi við borgarbúa og það má ekki verða. Þannig að það þurfa sem flestir að taka þátt og ég vil þakka borgarfulltrúa það. Þá tekur til máls borgarfulltrúi Jón Gnarr. Já, virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn. Mér langaði bara að óska borgarfulltrúanum Hönnu Birnu Kristjánsdóttur og Óttari Ólafi Proppé velgengni á nýjum vettvangi og það er vissulega missir af ykkur báðum og ég tek fagnandi hvatningum ykkar til okkar sem eftir sitjum að halda áfram að vinna vel og ég held að það sé fullur vilji til þess og þið þurfum ekki að hafa áhyggjur af okkur og við lofum því að vanda okkur og ég bara þakka ykkar góðu störf fyrir Reykjavík og sem að ég veit að þið munuð halda áfram að vinna á þeim vettvangi sem að þið hverfi nú til þess vettvangs sem þið hverfi nú til, að þið munið ekki gleyma borginni og svo langar mig að hvetja ykkur til þess
að taka þann góða anda sem að ríkir hér í þessum sal inn í þann sal sem þið farið nú að starfa í og smita aðra og vona að allt bara gangi vel og allt leiki í höndunum á ykkur og öllum til heilla. Takk. Þá hefur borgarstjóri Jón Gnarr lokið máli sínu. Ekki fleira á dagskrá borgarstjórnar og fundi slitið klukkan 15:47.